Sæll Einar, flottur sigur hjá ykkur Evrópustúlkunum í dag. Hvað fannst þér svona að vera munurinn á þessum liðum í dag? Ég held að svona bara ég horfa á okkar lið, við spiluðum frábæra vörn í dag og gerðum þeim bara erfitt fyrir Tindastóll þegar ég var náttúrulega að skjóta boltanum gríðarlega vel í síðasta leik, 46% í þriggjastaðningu og ég fannst því svona bara ná að halda betur aftan að þeirra svona helstu hestum og augljóslega voru þær ekki að skjóta boltanum vel í dag og við nýttum okkur það bara vel. En svona mér standi upp úr bara frábær varnarleikur. Það næst náttúrulega bara leikur á heimavelli, það sem þið getið klárað þetta í mig. Það lítur að vera markmið, menn hvað þarf eitthvað mikið að breytast til þess að það gangi upp? Nei, við þurfum bara að halda í það sem við vorum að gera í dag og byggja ofan á. Við vorum að spila frábæra vörn, við töluðum það frá leik 1, það sem að sóknarleikurinn okkar að mér fannst bara frekar góður heilt yfir í gegnum alla leikin að við þyrftum að bæta okkur varnarlega. Gerðum það hér í dag og sóknarlega var þetta bara flott. En það ekkert komið, við erum að fara bara í þriðja stríð í næsta leik. Við vitum sem þetta Tindastólslið feikju öflugt og það þarf að spila á toppkörfubolta til þess að leggja þar og við ætlum að gera það í næsta leik. Við langar að nefna Dani Rodríguez aðeins, hún var frábær hérna í dag. Sammála. Hún var bara gjörsamlega út allan völl. Hversu mikilvægt er að hafa svona leikmann í liðinu sínu? Já, bara alveg hárrétt hjá þér og það var svona á báðum endum. Hún gerði alveg gríðarlega vel sóknarlega, bæði náttúrulega bara að búa til og klára sjálf á hringinn, skaut boltanum vel, spilaði frábæra vörn á Silva og Matti þegar hún fór á hana. Mikilvægt hennar er náttúrulega bara gríðarlegt, bara eins og við vitum frábær leikmaður og maður sá það bara í dag hvað hún er fókuseruð og ætlar sér hlutina í þessari seríu og bara ég treysti á bæði hún og aðrar haldi áfram á þessari braut. Takk fyrir, gangið vel.